Emilía ennþá sofandi. Ég bara nývaknuð. Emilía búin að lasin. Þannig að við erum bara heima í dag. Hún ennþá með hita. Mældi hann í morgun, hún ennþá með 38. Annarkvort þetta bara einhver vírus. Við erum búin að fara með hann læknavaktina og læknirinn sagði að þetta væri líklegast vírusinn sem að ganga núna. Það allir veikir. Eða að hún sé að fá tennur. En málið að hún komið 5 tennur. En það hefur aldrei böggað hana. Það hafa alltaf bara mætt. En það kemur í ljós. Þetta elska ég. Taka það rólega, ef að ég vakna undan Emilíu. Gerist það ekki oft. Og bara drekka kaffi mitt í rólegheitum. Það best í heimi. Það sama við þessum lokkum hérna. Þetta bara auka eyra. En ég ætla að vinna aðeins. Ég þarf að gera nokkuð verkefni sem ég búin að lofa. Og ég ekki búin að sinna því að Emilía búin að lasin. Þannig ég ætla að reyna aðeins að nýta tíman núna á meðan hún er sofandi. Og það skemmtilega við, ég hef ekkert sagt ykkur það en ég hef ekkert eitthvað þannig sem ég tala það. En núna ég svolítið mikið að vinna fyrir sjálfa mig. Þannig að þetta svolítið frjálslegt og það getur bæði verið mjög jákvætt að það að ég geti núna sofið með Emilíu til klukkan, hvað er klukkan? Ég sé að það 9. En það þýðir líka að stundum ég bara fram á kvöld að vinna til 12 eða eitthvað. Og það búið svolítið mikið þannig upp síðkastið. Ég myndi segja að það samt væri ekkert nema skemmtilegt og mikið plús og gaman að þetta sé búið að þróast þangað að ég geti fara að vinna fyrir sjálfa mig. Ég get alveg sagt að ég er svo stolt af sjálfa mér. Má maður segja það? Hvað þú segja hæ? Hvað segir Voffin? Eina manneskjan sem ég syng fyrir það er Emilía. Hún fór að heyra fölsku röddina mína. Og við svífum Mér langaði þess að sýna ykkur. Emilía fekk svo flotta gjöf núna á dögunum. Hversu geggjað? Ég veit ekki hvort þið hafið prófað þessa sokka fyrir börnin ykkar. En þeir eru geggjaðir. Þetta er víst eitthvað ný haustlína eða eitthvað. Með mjög fallegum litum og ég elska hvernig þau skýra litina. Þessi er cinnamon, ginger og cardamom. Þið veitir hvað ég elska svona jarðliti og jarðtóna. Máli er að þegar maður er með þannig liti þá bara passa þér við allt. Og þessi sokkar eru fullkomnir fyrir þessi litlu sem eru að byrja að standa upp og fyrir að til dæmis Emilía er í göngugrindinni sinni að þá er geggja að hafa hann í þessum og þá kemst hún áfram og þú veist, ef hún er bara sokkabuxinu sem er ekki með gúmmi undir þá er hún bara spólandi. Hvað mér finnst þið? Geggja sátt með þennan fallega pakka, takk fyrir mig. Og svo fengum við með þetta er svona piparköku eða svona form. Næs. Ég er að spá í að henda í smákökur núna. Ég elska 17 sortir, það eru fullt af tegundum og ég dýrka þetta af því að þú veist þetta er svo einfalt. Maður bara býr bara til litla kúlur og hendur í ofninn og þetta er tilbúið eftir 7 mínútur. Hversu einfalt? Hvað er þetta að koma? Sérðu hvað þú varst að fá fínt? Líklega seriös. Sérðu þig hvað þetta fína sokka? Vá. Vá. Þið segja takk.
Ég sé takk. Við ætlum að gera kökur, þú mátt ekki fá, en þú fær eitthvað annað í staðinn. En þetta hérna sett sem Emily í núna, ég fæ svona spurningar fötin hennar. En þetta sjáu þið hvað þetta fallegt. Það zooma aðeins. Sjáu mynstrið. Svolítið gilt núna í dag. Aðeins að laga þig hérna. En svo fallegt og það bara efni geggjað. Þetta úr hérna 9Kids. Og það sem ég elska með 9Kids að, þú veist, fötin sem þau eru með eru á svo viðráðanlegu verði og gæða vörur í leiðinni. Þannig að maður ekki bara hausinn við að versla við 9Kids. Eigum við að fara í sokka? Hvað ég er spennt þegar ég get byrjað að gera þetta með Emilíu. Henni alveg sama núna hvað ég að gera. Ég man bara þegar ég var yngri þá langaði mig alltaf að baka á hverjum einasta degi. Gera það ekki og þetta að bjarga lífið mínu. Það er bara ógeðslega sniðugt. Ef það að fá gesti eða eitthvað, þú veist, að eiga þetta inn í ísskáp og geta bara hent þessu inn í 7 mínútur. Þá þetta bara tilbúið bara að koma með kökur með kaffinu og kökuilm í heimilið og brilljant. Já, þetta ekkert samstarfið neitt þannig, ég bara elska þetta. Lítil í sér. Ég var nú náið, þú veist, svefn núna í allavega 1,5 tíma, 2 tíma. Svo bara 40 mínútur á hann. Ég ætla að fá mér köku. Er ég ekki svolítið flekk út? Þessi var að vakna eftir 2,5 klukkutíma lúr. Vel gert. Góðan daginn. Heyrðu, ég tók ekki neitt upp í gær af því að, sko, mér finnst þetta að vera svolítið bara fullkomið tækifæri til að segja ykkur að það ekki það sem að kemur á samfélagsmiðlum, það sem kemur inn á YouTube, já, það sem kemur inn á YouTube, þó að mann líði eins og maður sjáu allt, að þá það bara ekki þannig. Það sem að maður ekki að taka upp myndavélina, maður ekki þegar að barnið manns að gráta eða líður illa. Þó ég hafi sýnt eitthvað smá frá því í gær. Allt í einu rauk hitinn upp bara mjög mikið og þurftum að fara með hana og láta tjekka á henni. Og hún komin með smá í eyrun og líður ekki vel. Og þá maður ekki að halda á myndavélinni og sýna frá því. Væntanlega ekki. En mér fannst svolítið bara fínt að kannski segja ykkur frá því að því að, þú veist, maður heldur kannski bara að maður bara vá, þú veist, þú bara tekur upp allt lífið þitt og þú sýnir frá öllu í stóri og sumir alveg bara, hvernig nennir þessu, þú veist, alltaf myndavél uppi, en það bara ekki þannig. Það var alls ekki, maður sé kannski hálftíma frá deginum í litlum skotum, eða kannski klukkutíma, en það bara klukkutími af svo mörgum klukkutímum. Já, þið veitu hvað ég meina. En ég núna á leiðinni í vinnuna. Tómas heima með Emilíu núna hálfan daginn og svo tek ég hinn helminginn. Við vorum með henni í 10 mánaða skoðunni, hún heldur kurvu, mjög dugleg. En ég að fara núna í lettupress og við erum að fara að græja eitthvað alls konar skemmtilegt fyrir jólin. Og svo ég að fara í Númi og þið fá að koma með þangað. Heiðu! Hey! Þá ég komin heim og ég
var að svara Emilíu þá hún sofnuð, þannig ég að spá í að reyna að nýta tímann og taka upp fyrir okkur það sem ég fekk vel mér hjá Númi. Þið vitið að það er Singles Day, ég er takað upp núna og Singles Day er á morgun. Þannig að þið vitið að ég þarf að taka upp, sýna ykkur vöðurnar, svo þarf ég að edita myndbandið, allt fyrir Singles Day, allt fyrir ykkur. Þegar þið verða að nýta ykkur þennan afslátt á Singles Day, það er fínt að gleðja mann aðeins, en allavega, ég ætla að sýna ykkur það. Byrjum bara á þessum hérna turtleneck ból. Hann er svona stuttur og bara úr mjög svona þunnu og þægilegu efni myndi ég segja. En þetta er fullkomið þegar mann er heitt að vera ykkur svona. Þú veist, mér er oft ógeðslega heitt og ég stundum byrja bara að dæma þeim en ég er að deyja úr hita. Og þá er geggjað að vera bara í svona þunnu og fara síðan í kápu yfir. Ég ætla að sýna ykkur. Þessi kápa er líka frá Númi. Og ég tók þennan í extra small. Svo er þessi hérna bólur, mér finnst það bara svo flottur, mér finnst þetta svo flott munstur og það er allt sem mig vantar, þú veist, að ef ég er í of basic, þú veist, gaman að geta poppað upp aðeins, þú veist, liti, munstur og svoleiðis. Þessi er geggjaður. Hann er hérna bara mjög teygjanlegur, sjáðu. Ég tók hann í small og þetta er svona krott, þú veist, þannig að það er fullkomið bara líka í útiðabuxur eða svoleiðis og síðan bara í gollu yfir eða, já, gollu yfir, var ekki geggjað. Svo er þessi hérna, er að djóka. Hún er með svona tölum sem ná hingað. Ég myndi klárlega taka hana svona. Hún er úr sko blönduðu. Ég er að reyna að passa hana að tala ekki á hátt svo Emilía vakni ekki. Ég tók hann í medium og hún er blanda, já, hún er blanda. Hún er með hérna ull. Extra hlý og góð fyrir veturinn. Sjúklega flott. Svo er þessi hérna sem er líka svona nær svona aðeins upp og hann er með svona details, það er skemmtilegt. Og hann er líka stuttur, það er líka hægt að tróða honum ofan í eða haft hann bara svona. Ég myndi alltaf örugglega að gera þann. Þetta er það sem ég elska. Ég er að segja ykkur það, stundum er mér bara ógeðslega heitt. Það er svo gott að vera í svona þunnu og svo kannski bara kósí peysu yfir. Af því ef ég er í svona hlýrri til dæmis eins og þessa hérna, þá er gott að vera í einhverju svona innanundir til þess að þegar maður er að kafna, þá getur maður farið úr þessari og þá er maður í einhverju svona. Góð hugmynd. Svo þessi hérna basic síðema bólir. Sáu þið randóttabólinn sem ég var í áðan. Þetta er sama efni og þetta er sama típa, nema bara þessi hérna litur. Svona sjúklega flottur og þetta er fullkomið svona við kósí buxur. Þessi litur er svona einhvern veginn svo hlutlaus, þannig að virkar eiginlega við allt. Og það sem ég gerir við randóttabólinn, þú veist, þess að þegar ég gallabuxuna og svona, þú veist, hann er í þessari sít. En það sem ég er svo flott við þessa bóli er að girða þá í buxunar. Finnst það alltaf flott? Eða hvað finnst ykkur? Ekki flott. Jú. Ég fíl þetta, finnst það geggjað. Ég tók þennan í extra small. Þú veist, ég myndi að segja að þetta væri svona, sérðu, þið sjáu alveg, þetta er extra small og þetta er samt svona oversized. Og ég elska þegar þetta er oversized, finnst það alltaf flottast. Með það smá svona lús, þá líður maður alltaf vel. Þessi hérna típa af ból heitir Basic Tee. Þetta er aðeins svona þykkara efni og ég elska þessa bóli. Finnst það eitthvað svona meira svona eins og séu svona, þegar þeir eru svona þykkir, þá er svona, ég veit ekki, þeir haldast ókrumpaðir. Við vorum að tala ég og Matthildur hjá Númi að í Svíþjóð þá bara er mjög illa séð að vera í krumpuðum fötum og við viljum ekkert vera í krumpuðum fötum og við Íslendingarnir erum ekkert að strauja. Við nefnum því ekki neitt, það er engin tími í það. En allavega, að þessum ból, hann er ógeðslega flottur, bara í sniði. Eins og ég segi þá gerði ég allt í buxunar en þessi fullkomin við gallabuxur, fína buxur, það er hægt að dressa þetta upp og það er hægt að dressa þetta niður. En ég tók þennan í extra small líka. Ég þurfti að færa mig aðeins því afsakið drasslið hér. En það er svo mikil sól, þannig að nú er það þessi hér. Þetta er svona oversized skyrta sem er hægt að, náttúrulega auðvitað hneppa alveg upp. Hafa hana svona. Hún er þar í kantinum. Já, ég tók henni small og hún er samt svona oversized. Svo er það, nei sko, vá hvað þessi skyrta er flott. Þetta gæti ekki verið meira svona áramóta, jólaboð, jólatónleikar, út að borða, hittast í jólalaðborð, vinirnir að hittast í... þið veitir. Þetta er bara þannig skyrta. Hún er hérna með svona þessum details hérna. Ermarnar eru síðar, lengri, hneppið þetta upp. Það er hérna axlapúðar og púðarnir eru ekkert að ná eitthvað svona út fyrir. Þeir eru meira bara svona hérna ofan á. Svo eru þessar buxur, nei þið fóðu kast. Þetta er út fyrir ramman sko og ég veit að þið eru nokkrar hérna sem að elskið að fara út fyrir ramman. Sérstaklega svona áramóta. Þetta er bara áramóta dress. Nú er bara jólakjólinn kominn. Ég segi það. Ég veit ekki alveg. Þetta er sko
þetta er alveg sama snið og svarta skiptan sem var í áðan. Með þessum púðum, með þessum detailsinn á ermanum, en sjáu hérna. Rauður, þetta er svona skyrtukjóll. Mamma fín. Bíði, ég ætla að sækja rauðan varalit, ég ætla að fara all-in hérna núna. Ok, ég gæti ekki hafa sett hann verra á mig. Ég fann ekki varalitin, þannig ég notaði bara varablýant og sjáu, það vantar helling. Og svo síðast, en ekki síst, nei sko, þetta er. Ef það er eitthvað sem ég á mest af í fataskápnum mínum, þá er það jakkar. Wow. Eru þið að sjá hana jakka? Ég ætla að prófa að renna upp. Nei, ég bilast. Ég skil ekki fólk sem að finnst kóríander góður. Ég fatt það ekki. Emilia, finnst þér hann góður? Segð mér að finnst þetta góð. Ég held nefnilega að þú veitir ekki. Bíddu. Þetta er ógeð. Þú veit ekki, Emilia vil smakka. Emilia smakka. Já, sammála. Hún er svo sammála mér. Þetta er ógeðslegt. Það er bara stónd lykt af þessu. Já. Og það er engin lykt af þessu. Finnst þér þetta góð? Nei. Akkur viltu það svo mikið hafa þetta? Hvað minnir þetta með á samt? Hvað minnir þetta? Sápu. Það minnir mig á vonda sápu. Gjörðu svo vel, Emilia. Með skólagræmitið. Við erum með blómkál og gúrku. Takk fyrir. Meðan ég bý til hrísgrjóna blómkál fyrir Emilia sér graut hjá pabba sinum. Ég las þetta held ég á henni. Já, hún vildi ekki sitja í stólunum sínum. Já, hún er rosa háð okkur núna. Ok, það er greinilega að þrífa ofninn minn. En ég ætla bara að segja ykkur, endilega kíkið á Númi heimasíðuna. Afslátturinn er komin inn þar og mjög flottur afsláttur. Þetta er bara allt, eins og ég sagði, þú veist, verðið hérna sem er inn á er rétt verð. Þannig að annars bara sjást í næsta myndbandi. Það er gaman að fá svona 2 myndbönd í einni viku. Það er alveg frekar vel gert. Vildi óska að ég hefði svona mikið tíma. Annars sjást í næsta myndbandi. Segjum bara, bless.